jólatónar hér undir FM 95 blöð, hefur hafið göngu sína þennan miðvikudaginn. Beint á móti mér situr eitt kynþokka fyrsta jólabad Íslands, Pétur Jóhann Sigfússon í rauðum joggingalla og það svona eins og ég sé með jólakúlu í stúdíónu. Vertu velkominn. Já, þakka kærlega fyrir. Takk fyrir að kynna mig svona fallega inn. Já, ég laug engu þarna. Nei, ég hef ekki þetta bæta og laust engu. Nei, ertu komin í jólaskap, Pétur? Já, ég er ekki frá því. Þú vorst ekki frá því? Já, það er svona... Jólin er svolítið þinn tími, ekki? Jólin er minn tími, jú. Það er bara heilmikið til í því. Jólin eru góðu tími. Þú ert jólabarn? Já. Já. Sko, segðu okkur frá hverja skemmtilegri jólaminningu. Skemmtilegustu jólaminningunni minni? Já. Það er nú svolítið, ég mann ekki, það er svolítið, þú veit að hitta á svolítið skringilegan nagla hann. Nú? Já, því ég er ekkert sérstaklega mikið jólum. Æ, leiðilegt að heyra. En ég er orðinn það, skilur, ég var það ekki. Ég er orðinn mínu jólakall núna. Í gegnum börnin kannski og svona? Já, svolítið hlutið, sko. Það hegi? Jó, og bara aldurinn og... Já, þakkum Helga Björns kjallaði fyrir þetta var ef ég nenni. Það var flott á því. Vel gert, þú byrjar að tala bara honni að það bara hálnaði með lagið. Já, ég ætlaði að reyna að vera með svona eitthvað romantískan jólaþátt hérna í byrjun þáttar. Já, þið tókst eyðileggja það með að segja landanum og væri ekki jólabarn. Jú, ég er jólabarn, í dag var það ekki, sko. Og svona, þetta er svona... Í gamla dag vildur þú bara vera rúnt og vera föllur. Nei. Já, í rauninni. Rúnt og vera föllur. Það var svona þín jól. Já, það var dálítið mikið svona, sko. Þú voru líka jólin alltaf heima hjá, þú veist, bara það sem var heima hjá mömmu og pappa, skilur, það var svona, þetta var voru jólin ekki bara sem þú lagðir haustniðinum? Bara wherever I lay my head, that's my Christmas. Nei, það var ekki það. Nei, ok. Það var alltaf verið að, sko, þau komum svo seint alltaf. Jólin? Já, mamma, það var alltaf bara... Nú? Já, það var yfirleitt byrjað að skreita bara daginn áður, sko. Nei, mamma er ekkert að lenni sig? Jú, það var bara, þú veist, mikið að gera, skilur, og það bara svona, hérna, nú er bara, þú veist, hérna, þegar þau voru búin að vinna, eða, þú veist, þegar þau voru komin í jólafrí, þá máttu jólinn koma, sko, í rauninni. Já, ok, það var ekkert verið að setja upp seríur eða neitt eða svona? Jú, og við vorum svo miklu haugar, maður, það var alltaf, við áttum að gera þetta, skilju, ég og bræður mínir og svona. Já. Og hérna, maður var alltaf að íta þessu undan sér og mamma var alltaf, hérna, þið verður að setja seríur, maður að setja hérna í jóla, það þarf að setja öll trén hérna út í lóðakantinum og eitthvað svona. Já. Maður nefndi þess ekkert. Það var engan tími í þetta? Nei, og svo voru, þú veist, það þurfti að setja plasta alla strömbreytana og leiðrétta og greiða úr öllum þessu snúrum, þetta var bara þvæla standi í þessu, skilju. Bjögguði í konungshöll eða? Nei, þetta var bara, hvað meinur? Því líka lýsingar á hvert þessar seríur átt að fara? Já, þetta hljómar eins og konungshöll, en þetta var bara... Þetta var bara, þau voru bara mikla þetta fyrir ykkur? Já, og svo var maður alltaf að vasast í þessu yfirleitt bara kortir í jól á endanum. Með bara sko ískaldan putta sem maður hafði enga tilfinningu í puttunum lengur. Maður var úti bara að reyna að vefja einhverjar greinar og seríur á einhver svala handrið og guðma og þetta hvað sem hún var múin að ákveða að skildi vera hana. Varstu það bara pirraður að skreita? Já, þar af leiðandi fannst mér jólin yfirleitt bara að vera fyrir mér, skilju. Á þessum tíma var ég bara, við varum bara pirrandi og bara fyrir. Ég þarf að skreita, maður. Já, skreitingan og svo þessi fucking jólalög líka, skilur, ég var alltaf bara brjálaður þegar þau byrjuðu, allar stöðvar byrjuðu að vera bara gegn sósa í einhverju jólalögum og eitthvað svona, ég var með allt á hotnum mér, sko. Já, þú varst svona rebel? Nei, alls ekki rebel, sko, nei, ég var engin rebel maður, ég var langt frá því. En ok, en þegar þú varst með þetta, með allt á hotnum þér, gagnvart jólunum og svona, leiðir eins og þau verið töff? Nei, þetta var ekkert svoleiðis, nei, ég var eiginlega dálítið púkó með þetta, þú veist, ég var að hnýsast, ég var í feluleik með það, sko. Já, ok. Bróðið mér var rosa mikið upp á borðið með þetta aftur hann var alveg djöfisins jólalögin byrjuð með það og eitthvað svona ég líka smittast alltaf á honum, sko. Já, ég var svona með honum í þessu. Já, það er bara eins og ég kom inn á í stjórnlega staðrendum að neikvæðni er mjög smittandi. Hún er neikvæðni. Hún er neikvæðni. Neikvæðni. Við ætlum, hins vegar ekki að ræða jólin hér allan þáttinn. Við erum með fasta liði eins og alla miðvikudaga. Það er hér karaoke, það er vonda atið, sturlaða staðrendir.
Pétur heimtar að fara í dagskrárliðinn sinn Hvernig stemmar? Hvað þetta? Þetta Glómur Retro Stefson Bara byrjar að spila í að lag og þú ert að tala. Já, þetta svona, veist, ég að tala yfir introði. Þú ert ógeðslega góður í. Þeir eru stilt á 9-5 blöð hér á þessum, nokkuð fína, nokkuð þjætta miðvikudegi. Ég heiti Pétur Jóhann Sigfússon, oftast kallaði byrju, hérna á móti sveitum við ötti, blöð oftast kallaði ánætti blíðin. Í dag, eins og ég segi, 50 dagur miðvikudagur 50, eða ekki? Jó, það 5. desember. 5. desember, já. Já, gott mál. Það sá tími dags að við vindum okkur í slúðurpakka dagsins og Auðun Blöndal eins og vanalega búinn að dunda sér heilingi í að... Á ég að ramma hann inn? Það sjálfsögðu átt að gera það. Hættu þessu blöð! Slögt á þessu, já mér tala! Takk fyrir að Pétur, það komið að slúðri. Þetta ég ætla aldrei að gera neitt fyrir þig aftur. Aldrei. Það komið að slúðri hér í FM 95 blöð. Þetta ógeðslegt. Nei, við erum að gera, it gets the people going. Get the people going. Þetta bara, it's provocative, gets the people going. Nú allir að hlusta á slúðri, veist ákveðu? Og þessum stunum í þér hérna rétt á. Þetta samt svo ógeðslegt, maður. Þetta bara... Alveg flip. Það byrja slúðrið á Rihanna og Chris Brown, ekki fyrsta sinn sem ég fjallaði þessa drottningu og þennan horfbjóð. Þau eru byrjuð aftur saman og ekki nóg með það, heldur stefnir í það að þau sé að fara að gifta sig á nýársdag, hvorki meira en ég minna. Hverjir? Rihanna og Chris Brown. Nei, það? Já, þetta skelfilegt. Já. Ég og Sveppur ekki ánægð með þessu að byrja aftur saman. Ég heyra að þú ert ekki ánægð með það. Ég held að sé voða fáir ánægð með það að Rihanna sem byrja aftur með Chris Brown. Hann sá sem að landana, ekki? Það hárið eftir það, Pétur. Hann aumingi og rævill. Já, hvað alveg lætur við þessu. Heyrðu, en sko getur verið að það hafi allt saman verið eitthvað miskilingur, ég bara spyr. Nei, hún kærðan, sko. Hún kærðan? Já, það lágu myndir henn á netið og það fór ekkert á milli mála. Þetta var ekkert eitthvað svona, ekkert sem hann var sakar hann búinn að játa það, sko. En hvor vitleysingurinn? Það góð spurning. Sko, hún vitlaus og hann ógeð. Það bara það sem að gerast þarna. Svona aðeins að vera að dæma þetta ágættis fólk. Já, við förum ekki dýpra í saumana á því hér í slúðrinu í dag, Auðun Blöndal. Nei, en þau eru alltaf búin að segja vinum sínum að taka nýjárs frá og samkvæmt, The Reporters, að þá eru þau að spája að gifta sig 1. janúar. Já. Og afmælisdeginum hans pappa, til hamingju með það. Já, það bara góður dagur. Kitty Blöndal, britsari með meiru. Já. Hann á afmæli þennan dag og óska Jónu til hamingju. Kitty Blöndal. Það eðal snillingur. Pappi Blöð, hann grjótharður. Grjótharður. Hann hefur hent í nokkuð gröndin í Britsunni, getur sagt þér. En það meira slúður. Eddie Murphy efstur á Forbes listanum yfir the most overpaid actors. Ofmetnast eða sá sem að fær mest borga fyrir of litla innkomu Eddie Murphy. Hann sem sagt með það háan tekka, en myndirnar hans eru ekki að standa undir hvað hann að fá mikið borga. Skilur mig? Klúður. Já, he's overpaid. Ok, það klúður. Já, hann í fyrsta sæti á þessum lista og hann skilar $2,5 fyrir hvert dollar sem hann fær. Þannig að hann í rauninni myndirnar ekki að tapa á honum en það eru ekki að græða mikið. Nei. Í öðru sæti Katrín Heigl, veistu hvað það og Grey's Anatomy sem var hann í þáttunum, ljósara. Hann alltaf í einhverjum svona romantískum gamanmyndum. Hún alveg ótrúlegt, hún leikur alltaf einhverja píu sem hefur ekki farið á stefnumót í hálft ár, samt hún gullfalleg sko. Já. Og á alltaf að vera eitthvað svona lúði sem að verður eitthvað svona svanur. Algjörlega veruleika fyrt. Já, en plottið með plottið, hún gullfalleg og þannig að þetta alltaf sama rugli. Já, þú ert nú fallegur líka. Í þriðja sæti Reese Witherspoon. Raunurleikinn annars fyrir þig líka. Fjóða sæti Sandra Bullock. Já. Og í 5. sæti Jack Black. Þetta svona listi sem að enginn vill vera á líklega. Það hárið rétt hjá þér, Pétur. Já. Og því miður fyrir Eddie Murphy þá hann að toppa þennan lista. Já. Svo ætla ég enda þetta slúður á Frankie Muniz. Veistu hvað það Frankie Muniz. Ég kannast við þetta eftirnafni. Já, hann var aðalleikarinn í Malcolm in the Middle. Og hann fekk slag núna í vikunni. Hann aðeins 26 ára gamall og fluttur upp á spítala. Og þetta víst bara að mini stroke stendur hérna. Það svona lítilsáttara slagur. Hann drykkjumaður? Nei, ekki samkvæmt þessu. Nei, menna hvað, akkur fikk hann slag?
hann drykkju hvað? Helst hann bara að vera ofuröl við það? Nei, minna 26 ára að fá slaga, hann lítur að hafa verið eitthvað. Já, ég veit. Já, þú veist, ég leiði líkur að því, skilur hann hafi verið eitthvað að sulla. Nei, hann... Hvað var hann að gera? Bara heima á sér ára sjónarbið? Eins og hann getur ekki verið 26 ára og veikst greið. Jú, það er möguleiki. Það er möguleiki, jú, að sjálfsög. En hann... Ég vildi útiloka drykkjumanna. Er hann sem... Er þetta eitthvað... Þú spurðir hann svo mikilvæg einflægni. Er þetta drykkjumaður? Bara svo það ætti að fylgja næst í slúðrunni, en hann er náttúrulega búinn að vera fullur í 3 mánuði. Nei, hann er, ég held að hann lifi alveg ágætlega heilbrigðu líferni, strákurinn. Og óskuðu honum skjótt spata. Eitthvað í ættinni, eitthvað ættgengt kannski. Það gæti verið. Gæti verið eitthvað svoleiðis. En hann mun ná sér og er á leiðinni af sjúkrahúsi. En hann er nú ekki leikið í miklu, já, þessi strákur, eftir að hann hætti í Malcolm in the Middle. Hann var fínn þar. Já. Og það voru góð þættir. Já, bara þættirnir hættu. Já, því var bara offað. Já, hann hefur ekki átt alveg sömu velgengni að fagna og sá sem lék pappans í þáttunum því að pappans í þáttunum grjótharður í Breaking Bad sem eru hrikalega flottir þættir. Já, það var skemmtilegir. Það var slúðurpakki dagsins, varstu ekki ánægður með hann? Þessi slúðurpakka var gjörsamlega frábær. Nei ekki? Takk fyrir það. Hættu þessu. Við ætlum að fara hér í Þetta er ekki einu sinni fyndið. Við ætlum að fara í örstuðskilabóð og koma svo aftur. Jóladagatal FM 957. Fylgstu vel með í desembermánuði þar sem við munum 4 sinnum á dag. Opna glugga í Jóladagatali FM 957 og gefa vinninga. Vinningar eru glæsileg Casio, Fossil, Diesel og Adidas armbandsúr frá Rotium Kringlunni. Gjafabréf frá Herra Hafnarfirði og Herra Kópavogi. Gjafabréf frá Adam og Evu. Tölvuleikir frá geimstöðinni Kringlunni og LG snjallsíma úr L-línunni. Allir vinningshafar fá einnig kippu af Egils Malt og appelsíni og pippmóla frá Nóa Sirius. Skráðu þig strax á heimasíðu FM 957, hlustaðu eftir orði dagsins á FM og við gætum hringt í þig. FM 957. Gleðileg jól. Jólaklukkur klingja. Samsung Galaxy S3 er á jólatilboði í verslunum Símans. GSM viðskiptavinur okkar fá rafbók eftir Arnald og 1 GB af netinu í Símanum í 6 mánuði í kaupauka. Síminn. Sýnalkó og lakrísur. Virkar. Eigum fyrirliggjandi milljónir í miklu úrvali. Víkingalottó alltaf á miðvikudögum. Aðgangur að hreinu vatni ætti að vera sjálfsögð mannréttindi. Styðjum bástadda og greiðum valgreiðslu í heimabanka. Gefðu gjöf sem skiptir máli. Gefðu vatn. Hjálparstarf kirkjunnar. Safnaðu 5 ljómandi strikamerkjum. Taktu þátt í ljómaleiknum á ljómi.is. Jólablað Elko er komið út og er stútfullt af jólagjöfum. Skoðuðu blaðið á elko.is. Elko, einfallega lægra verð. Þú ert að hlusta á FM 95 Blöð. Á FM 957. Þegar ófært í huga mig, ég hefst ekki og ef vonlaus vafra ég jú þá er held ég ástæðan alltaf þú. Blöndal og Pétur Jóhann Sigfússon hér í FM 95 Blöð. Þetta var lag með Sverri Bergmann og nýju plötuna hans. Já, flott lag hér að ferð. Ég fer ekki neitt, heitir það. Ég fer ekki neitt? Nei. Það er orða sönnu. Já. Þannig við viljum þannig þegar hann mætir eitthvað. Já, fer hann ekki fer. Það er hár rétt þér. Fólk er vilt að reyna að losna við kvikindi. Já, hann er oftast aðeins svo lengi með þess að. Hann er auðvitað þeim sem hann stoppar aðeins svo lengi. Já. Já, síðan vorum við á meðan þetta lag hljómaði. Þá vorum við að ræða hér þessa rassa-dýrkun. Það var verið að velja fegusta rass, stúlka sem var valinn fegusti afturendi Brasilíu. Og ég var að lesa hérna um þetta og hún þakkaði öllum þeim sem höfðu trú á henni. Já. Mér finnst það svona eitthvað... Það er svolítið svona þegar maður skoða myndirnar. Hún er hágrátandi, sko, og þakkar öllum sem höfðu trú á sér. Er þetta þá eitthvað fólk sem er búið að hafa trú á henni bara frá því að hún var lítil stelpa, eða hvað er að gerast þarna? Örugglega, sko. Við höfum öll trú á því. Já, einn daginn verður þú valinn. Þú ert með svakalega fallegan rass. Það er bara engin líf.
Þú átt eftir að ná langt. Já, ég var eitthvað að spája hvort við ættum að fara í þessa keppni í FM 95 Blö. Já, þú varst einmitt að spá í því. Hver er með flottasta rassinn í FM 95 Blö? Já, þú varst einmitt að ræða það hér á baku tjöldum. Já. Og það ég get alveg lofa þér því og sagt það hér og skrifa það. Já, það er ekkert annað, sagt og skrifa. Ég ætla að segja það og skrifa. Ég ætla ekki að fara að bera á mér afturendan hér og taka myndir á honum. Nei, hvað heldur ég sé? Taka myndir á honum og... Hvað heldur ég sé að fara að beða að bakka bara með Bert Raskat eða með? Hún, þessi dama þarna sem varst með myndir af, hún var með Bert, hún var bara í G-streng. Hún er í bikini. Bikini, já, á ég að vera í því? Nei. Í hverju á ég að vera? Ég er bara nærböksunniðinum. Ekki séns. Herru, þú hefur nú rætt það hérna, sko, þau 12 ár sem ég þekkti, Pétur. Já. Það voru mikið montað á þessum kúlurastinum. Já, hann er reyndar, sko, það eru 12 ár liðin frá því síðast. Er hann eitthvað að slappast það? Nei, það getur nú verið. Ég held reyndar að þetta hafi aldrei verið kúlurast. Það var bara eitthvað svona rugl í mér. Hann er alltaf verið mjög flottur. Já, en hérna... Og ef að þú myndir vinna flottasti rass FM 95 Blöð, þá getur þú þakka öllum sem höfðu trúið þér. Sko, ef við getum tekið myndina þannig að þú getur legið á gólfinu, kannski með kameruna, skilur við, legið svona, og ég væri að koma svona að kameru eins og ég sé að fara að setjast á klósettið, þá er hann sperrtur, skilur við. Þá væri hann bara beautiful, þá væri hann flottur, maður. Það væri geðveikt mynd, ég væri til í að taka þannig mynd. Ef þú væri til í að liggja á gólfinu. Þannig að þú vilt að myndin af þér í þessari keppni, því að ef við förum í þessari keppni af alvöru, þá þurfum við að smetla af öllum og bara fá hlustendur til að kjósa inn á netinu. Getið að við fekið vísir með okkur í liðið eitthvað? Já, ég vil allavega að mín sé, sko, ég ætlar að taka þær allar eins, bara svona standandi eitthvað. Nei, það má bara hver og einn velja. En ég heyri að þú ert búinn að ákveða hvernig þín mynd á það. Nei, ég var að sjá þetta bara fyrir mig. Nei, síðan er maður að fara að keppa við þig og Gilsinegger, þeir eru náttúrulega í ræktinni bara 20 allan sólarhringinn nema þegar þið eru hér. Nei, þeir báðu með svaða afturenda maður. Hvað? Þetta er kannski bara slæm hugmynd. Slæm hugmynd? Já, ég haldi það. Hvað? Nei, þetta er... Veitu nú, hverjir er í þessu þætti? Það er Björn Bragi, hann er með svaðalega rass, ég sé rassinn á Björn Bragi. Er þetta verið eitthvað lítið líður núna í þessari Nei, ég bara er að sjá bara what I'm up against hérna, sko. Svo er Sveppi. Sveppi, hann er no competition, sko, ég þarf ekki einu svona, ég rústa honum. Rassin á honum er svona bara eins og 2 sementspokar, bara svona hlið við hlið. Bara sementsvest með ríkisins. Það vantar bara stimpil á þetta, við getum bara skellt bara sementsvest með ríkisins á þetta. Þegar hann er bara eins og litin líka. Á 12 árum hef við satt aldrei fengið leið á rassinum og Sveppa. Ég veit alltaf það maður. Ef við erum í útlöndum eitthvað og hann ætlar að gleðja mig, þá stekkur hann fram á rassinu. Nóg fyrir það sjá það. Já, ég græð. Veistu af hverju, hann er sko, þetta er eins og segir hann, þetta er eins og 2 sementspokar. Hann er svo sléttur. Já. Og bara svona... Geðveikt sléttur. Og hvítur. Og veist í rauninni ekkert hvar lærin byrja eða bakið endar eða neitt. Þetta er allt í einu flúti, skilur. Það er bara bakið og rassið og lærin. Þetta er allt í einu flúti. Það er engin svona... Það er ekkert misræmi í þessu, þú veist. Þetta er allt bara slétt. Bara svona trjábólur eða eitthvað kjaftaði. Hann er aldrei að fara að vinna þessa keppni. Nei, hann getur gleymt í að taka þátt. Já. Svo er miðvikudagurinn. Það er kallinn, það er ég. Það er gemli. Já, það er svaðalegt og ég meina, það væri jafnvel, sko, ég hef víst með að leyfa þér að taka myndir á honum allsberum bara til að vinna þetta. Vegna þess að ef ég myndi gera það... Er það hjálpað hans í ber? Er það hjálpa? Já, fólk myndi bara, hvað ert að grínast, já. Ég myndi rústa þessu. Ok, þú mátt vera ber. Hefur ekki séð á mér rassin bera? Of oft. Já, þá hlýtur þú að vita það, ég myndi bara, fólk myndi bara grenja heima á sér og kjósa bara í blindni. Hann er sko, náttúrulega rassinn að það er vel loðinn, sko. Já, og þess vegna, hann myndi græta fólk. Já, ok. Svo, hver er á 50? Hjöppi. Það er Hjöppi, já, hann er íþróttagósi. Nei, Hjöppi er í tónutjónið þarna, sko. Hann er ekkert að fara að vinna þetta. Já, ég meina, hann er samt með svona flottan. Hann er með þéttan og stóran. Ég myndi segja að það væru allir erfiðir í keppinu, þetta nema bara einn. Nei, ég er að fífla. Við þurfum að skoða þessa keppni betur. Já. Þetta er allavega, þá var, hún Karin Felizardo, valinn fegusti, Miss Bum Bum. Miss Bum Bum. Í São Paulo í Brasilíu á föstudaginn. Þá er ég kannski Mr. Bum Bum. Þú getur orðið Mr. Bum Bum FM 95 Blöð. Midnight City M83. Og keppnin flottasta rassin í FM 95 Blöð er formlega hafinn. Því að fyrsta keppandinn er mættur inn á Twitterinn hjá mér. Það er Pétur Jóhann sem byrjar þessa keppni í Mr. Bum Bum.
Og Mr. Bum Bum. Já. Þú þurftir ekki langan tíma til að samfæra mig. Nei, af því að sko í Brasilíu heitir þetta Miss Bum Bum. Hjá okkur heitir þetta Mr. Bum Bum. Hvað ertu að gera með 2 banana? Gjör svo vel, kallið minn. Griftu þennan. Hvað ertu að gera með þetta? Við erum að fara að gera hérna, við erum að fara að skrifa sögu í útvarpi. Nú. Við erum alltaf að skrifa sögu. Já. Og þessi innkoma núna, hún fer á spjöld sögunar. Okkur. Útvarpssögunar. Nú, hvað á ég að gera? Ég var að koka einhvern banan á föstudag, ég nenni því ekki aftur, sko. Þetta er bara fulla munnin innkoman. Það er bara... Já, ætlar að fara í það? Það er ástæða fyrir út með 2 banana. Já. Bara spjalla með fulla munnin af banana. Nú, þá ætla ég að bíða hans með sturlaða staðreyndir. Hvað viltu að ræða með fulla munnin af bönnunum? Hún var bara að það. Hæ? Hún var bara að það. Og maður er það kemur ég ekki maður umkvæða með fulla munnin. Og svo ég fyrir náttúrulega með uppinni á þetta. Hún var ekki að kynka, sko. Nei, ég ekki að kynka. Hún var að kynka ekki. Ég ekki að kynka. Hvað kynka? Ég ekki að kynka. En ég nefnir að þetta tala. Já, segir það. Já, það. Mamma, hvað skaði mig? Að bara tala hluta við. Já, en þú ertu útbótið núna, þannig að þú verður að tala. Það er svona allan bánar uppi. Það er gett þess. Ég nefnir aðeins að bána. Ok, hei. Nú... Þetta er bara spennið. Það er alveg það við með. Það er umvöld. Það er umvöld útast. Nei. Nei. Þetta er bestið í hlóknum. Það er mjög góð. Þetta er... Það er hægt að hluta. Hægt að taka það. Nei, já. Þetta er það. Já. Takk fyrir. Afsakið þetta, kæru hlustendur. Þetta er í síðasta sinn sem með fulla munnin innkomin er. Vikunar á FM 957 er Pottet 58 og kemur út föstudaginn 7. desember. Pottet 58 inniheldur 38 frábær lög. Meðal flytjanda eru Jennifer Lopez, Ásgeir Trausti, Pink, Coldplay, Adele, Justin Bieber, Þórunn Antonía og Ragnar Bjarnason ásamt Jóni Jónssoni. Alla vikuna kynnum við plötuna fyrir hlustendum, spilum lög og gefum myndtökur. Spilstu með á FM 957 og næl þeirri eintak af Pottet 58 sem er platavikunar á FM 957. Höldum ljómandi jól. Taktu þátt í ljómaleiknum á ljómi.is. Nýtt í bíó, Playing for Keeps. Who's the new soccer coach? Stacey's ex, the soccer player. Soccer player? Frá leikstjóra 7 Pounds og The Pursuit of Happiness kemur rómantísk gamanmynd sem þú mátt ekki missa. I was just driving by. In a Ferrari. Yeah. Playing for Keeps, frumsýnd 7. desember. FM 95 á FM 95. Sumir fá sér eina, aðrir fá sér 2, en flestir fá sér helling. Hvernig vilt þú þitt Nóa-kropp? Nóa-kropp, brakandi snilld. Vantar þig hágæða fæðubótaefni? Kíktu inn á perform.is. Frí heimsending allt land. Perform.is. Það er réttir að hlusta hér á Auta og Pétur í FM 95 blöð. Það er sko, bara þannig að það sé á hreinu. Við erum búin að kynkja bananunum. Bara þannig að það sé á hreinu. Já. Já, við erum búin að, ég kynkti mínu, þú gerði það ekki. Nei, ég var byrjar að kúast. Já, en Já. Bara þannig að sé á hreinu, af því að þú sagði sko, við gerum ekki fulla munnin innkomina aftur. Já, ég hljópa á mig, ég byrst afsökunar á því. Já, það er nefnilega, ég vildi bara, þú hljóst á þig. Já. Ég er ekkert að lofa því að... Næsta miðvikudag gæti ég komið hérna með rjómatertu kannski? Ég er endar það sem ég er ánægð með, það er frumkvæðið þitt. Ég vissi ekki eins og þú varst ekki búin að segja mér eins og við værum að fara með fulla munnin innkomin. Þannig að þú bara mættur með 2 banana, hendur einu með mig og segir mér að við séum að fara í fulla munnin innkomina. Já.
Og, þú veist, síðan... Og ég fíla svoleiðis frumkvæði. Já, svo getur verið bara fullum munur af, þú veist, það þarf ekkert endilega að vera eitthvað rosalega þægilegt, sko. Nei. Þú mátt leika það. Teiknibólur, þess vegna, sko. Já, þetta er svolítið þinn dagskrárlið, þú mátt leika það með þetta. Já, kallið minn. En nú komum við að dagskrárlið sem er alltaf í mínum höndum og hann heitir Sturlaða staðreyndir. Það er frábært, ég hlakka mikið til. Er ein af þeim... Nei, það er ekkert kjaftaði. Ekkert kjaftaði? Nei. Það eru bara 10 hreinar og beinar sturlaða staðreyndir. Rétt hjá þér, Pétur. Þá byrjum við... Ég vil ekki vera stressað allan upp. Nei, það er flott. Nú er ég bara sultur slagur. Ég vona að allir hlustendur séu það líka og við getum hallað okkur aftur og notið. Enjoy the ride. Já, nú erum að gera bara að leggja bílnum út í kant og kannski halla sætun aftur og hlusta Sturlaða staðreyndir. Já, við mælum með. Skulum byrja þetta. Við erum 9,7% hamingjusamir á föstudögum en mánudögum. Það er að segja við fólkið. 9,7% af 100. Það getur nú alveg staðist. Já, ég fór að hugsa þetta, maður er eitthvað en þú ert alltaf léttar á þér á föstum. Miklu léttari. Já, en ekki það, ég er ekkert svo þungur endilega mánudum. Nei. Kannski var búið að erfið helgi. Það fer voðalega eftir í hvernig helgin var. Hvernig maður er á mánundi. Til dæmis að þú tekur bara silkislaka helgi, horfum bara X-Factor og svo bara horfa á boltan á laugardegi og bíó eitthvað. Já, þá er mánudagurinn piece of cake. Já, það er bara þannig. En ef þú liggur í því alla helgina, þá er mánudagurinn viðbjóður. Þá eru þeir erfiðir stundum. Já, það er bara að vera refsaðir. Svo er það næsta, þú brennir hátt í 100 kaloríum á að fá það. Sturlu staðreynd. Býttu, þú varst með eina 20 þegar út í sleiki mínútu. 20 kaloríum þegar út í sleiki mínútu. 26 eða eitthvað. 100 ef það er farið bara the whole 9 yards. Já. Ekki það að ég sé hrifin að vera að slá með ensku hér. Nei, það er stundum bara betra að segja þetta á ensku. En 100 kaloríum, þannig að þess að segjum á að segja döblur og þrið, þú getur bara tekið 300 kaloríur þarna. Já, það er, já. Ef það er allt saman. Allir 9 hjartarnir. Já, ok, næsta. Já, meðal manneskja á 3-5 bestu vini og þolir ekki að minnstakosti eina persónu í vinahópnum sínum. Og nú spyr ég þig, Pétur, ertu sammála þessu? Meðal manneskja á 5 til vin... Nei, 3-5 bestu vini. Já. Átt þú 3-5 bestu vini? Já. Ég held að séu nú bara tölvöld fleiri. Já, það er svipað hér. En ég er reyndar alltaf með, ég er svo barnalegur, ég er náttúrulega alltaf með svona top 5 lista. Ertu með? Já, ég er reyndar ekkert búin að vera með núna í smá tíma. Nei. En ég er samt, það er enginn í mínum vinnahóp sem ég þól ekki. Ég er ekki alveg sammála því. Nei, ég er alveg sammála því heldur. Ég bara... Það er engin, hann væri ekkert í vinahóp. Nei. Maður þóldi hann ekki. Hann kannski hefðist hugið þá. Já, hugið, já, hann er náttúrulega, jú. Hann er í vinahópum. Já, hann er í þeim vinahóp sem við erum í, já, þá er hann mest óþólandi. Já, nei, við elskum hug. Ekki ég, sko, mest óþólandi. Svo er hann næst. Mörgæsir. Nei, hann er indillur. Mörgæsir stunda vændi fyrir mat og flotta steina. Þannig að það er stund að vændi hjá mörgæsum. Veitu nú við. Fyrir mat og borða og eitthvað svona grjótnundung. Já, eitthvað svona flottan stein. Flottur stein, maður. Já, þetta er flottur. Koma þegar hann. Já. Svo bara. Svo er bara 6. Já, þetta er ekki flókið. Skotin í þessum. Já, 60% karlmanna segja ekki maka sínum frá því þegar þeir eru pirraðir. Já. Þegar þú ert pirraðir, segir hún frá því? Nei, hún sér það á mér, sko. Já. Og ég reynir svo að og ég segi nei. Það er akkurat máli, ég fór að hugsa þetta. Það er alltaf, hvað ertu eitthvað pirraður? Nei, alls ekki. Nei. Þú segir aldrei, já, ég er pirraður, Ástin. Já, ég er svakalega pirraður. Maður segir það aldrei. Nei. Ertu pirraður? Já, það er ég. Ákveðin pirraður. Það er vegna þess að þú settir ekki lokið á smjördósina henni í ískápa. Er það sem pirraður? Hvað segir þú? Nei, bara eitthvað. Nei, maður er ekkert mikið að segja frá því þegar maður er pirraður. Nei. En það sjá það. Já, hvað þá með þig? Þú ert náttúrulega alltaf lífsglæður. Það myndi ekki fara fram hjá neinum ef að þú ert pirraður. Ég er ekkert lífsglæður alltaf inn á heimilinu, sko. Nó, ertu glæður í vinninu og... Leið og hurðin lokast, leið og trúðurinn kemur inn á heimilinu. Það kemur svona svart ský. Haltu kjafta þetta, helvítið. Pabbi kominn heim eftir erfiðan vinnudag. Getur ekki verið fyndinn. Algengasta lygi heims er I'm fine eða ég er góður eða ég er ferskur. Já, þú segir þetta alltaf, sko. Já, ég er góður. Ég er góður? Já. Ég er ferskur bara. Já. Þetta er, ég meina, hvað átt að segja? Einhver kemur því bara, Rauti, hvernig ertu? Ég er nú bara ótt verið betri. Já. Já, ég er oft þannig að segja það. Ótt verið betri, ég er líka farin að segja stundum
Ég nú allar að koma til. Þetta byrjaði nú ekki vel í morgun. Ég þetta, ef það sko... Eitthvað svona? Já. Nei. Hvernig ég veit það ekki, maður á ekkert að vera... Nei, ég segi oft með þess að sko, ég hef aldrei verið betri og það algjört kjaftaði, sko. Já. En hvenær var svo stund sem maður hefur aldrei verið betri? Erfitt að hugsa þetta. Jú, þegar ég datt fyrst í það, þegar ég fór á Malibu fyllir í Garabæn. Já, hefur aldrei verið betri. Það var æði. Þegar vinkonaðin bakkaði á þig þarna. Já, það fyrir utan það. Þú varst að pissa. Fyrir utan það. Það var umlega. Bandaríkjamenn eru nú þegar búin að eyða 990 milljörðum bandaríkjadala í stríði við Írak og sá peningur geti þurrkað út heimsfátækt í 10 ár. Það viðbjöður. Og svo er það næsta. Hugur þinn finnur ef það verið að stara þig. Hugur? Já, þess að bara your mind. Já. Má sjá, horfðu, snúðið við, horfðu þangað. Og ég spyr þig núna, heldur ég sé að stara þig? Nei, ég held ekki. Það rétt sér, ég var ekki að stara þig. Hjálfur, þetta þá rétt. Nei. Þetta rétt. Jú, ég fann að varst ekki að stara með þetta blöð. Svo það síðasta. Batterið í vélmenninu sem að NASA sendi til Mars endist í 14 ár. Batterið? Já. Vélmenninu sem að NASA sendi til Mars endist í 14 ár. Já. Við vantar svona batteri. Ég ætlaði að vera að segja, getur ekki NASA bara að fara í það að gera batteri á síma eða? Jú. Það væri frábært. Og líka í fjarstýrðu bílana. Djöðlega fljóta að eyðast. Það varst að leika mikið með það? Já. Við erum að hlusta ekki hér á Öddu og Pétur á FM 95 blöð og... Nei, á FM 957 í þættinum FM 95 blöð. Það rétt skal vera réttuðum blönda. Það rétt, já þér. Já. Og það komið að dagskrárlið sem að heitir, vonda atið, eða barnalega atið. Já, mitt atið endurskýra hann upp á nýtt í dag. Ég til það, því að ég hef aldrei fílað þetta nafn. Láta hann heita bara A Diggin' in a Lyris. The Diggin' in a Lyris? Nei, djók. Að dagskrárliðin heitir Diggin' in a Lyris? Já. Það vestanafn sem ég heyr. Hvað meinar þið? Það eitthvað fyndið við það með The Diggin' in a Lyris. Komið sæl og velkomin, við erum að fara hér í The Diggin' in a Lyris. Já, ok, skýrum við þá bara Diggin' in a Lyris. Og það komið að Diggin' in a Lyris. Nei, ég að fíblast þig, það ömulegt. Og já, það ekki flóknar reglur í þessum dagskrárlið. Við hringjum hér eitthvað út í bæ með, barnalegt og skellulegt at. Já. En... Ég tilbúinn. Já, við höfum samt oftast haft þetta þannig að við erum að reyna að fá hvern annan til að hlæja með barnalega atinu okkar. Það er að reyna það. Já, þetta er ekki algjör steypa bara, sko. Nei. Þú ætlar að byrja þetta í dag sem setur pressu á gemla, sko. Hugmyndin mín er alveg skelfileg, ég skal alveg viðurkenna. Já. En við sjáum til. Hvert á að hringja fyrir þig? Ísloft. Ísloft? Já. Blikk og stálsmiða? Já. Það er ok. Það minnist vel á það. Ég ætla að reyna eitthvað bara. Það eru grjótarðið menn. Hei, Elvar. Er það ekki að selja hnoð? Grannhnoð? Já. Það er mikið að þjóðunar. Kannski ykkur 100 stykki. Ál eða stál? Ég reyndar ekki alveg klára á því. Nei. Eru þið með byssur í þetta líka? Já, bæði til. En ertu með byssurnar í þetta? Nei. Hvað, ertu ekki með neina hnóðbyssur hann? Nei. En getið þið gert þetta fyrir mig? Já, getur talað við vesturinn og hafinur. Heldur þú getur ekki bara hnóða saman á þér raskati? Ekki það með svona kjaft. Með þessum hnóðu svo með maður? Ég bara vill ekki heyra svona kjaft. Þetta er ófurt þessi. Nei, ég segi bara svona. Já. Hvað? Það var ríkalegt. Þetta var ekki gott, en þú fórst að læga sem þýðir þetta er gilt. Þetta er gott og gilt að. Ég er alveg sammálanum, verður ekki með hann að dóna. Það er alltaf sama saga með mig. Ég veit að hann jarðaði mig á staðinu, sko. Ég var alltaf að fara í bara þessi basic atrið. Já, þetta fæði mig til þess að stressast yfir mínu, sko, mitt er glata, sko. Nei, hvað meinur þau? Mitt er líka dónulegt, sko. Þarf þetta alltaf að vera eitthvað svona dónaskapur? Nei, þetta þarf ekkert. Nei, ok, ég ætla að prófa þetta hérna. Í næstu viku verð ég með bara allt öðruvísi, sko. Ná, maður sjá. Og í síðustu viku verð ég með allt öðruvísi líka. Svolítið, góðan dag. Já, góðan daginn. Þið eru að selja pulsur, eða ekki? Það erum við að gera, jú. Já, hvernig kaupir maður pulsur hjá okkur? Hvað kostar svona? Fyrir hvernig er þetta? Bara fyrir mig, ég er með smá veislu hérna á laugardaginn. Já, nú erum við ekki með einstaklingssölu hérna hjá okkur. Nó. Nei. Nú erum við náttúrulega að selja þetta verslanars. Já, ég skilði. Já, þannig að ekki einstaklingssala.
Nei, ok. En veistu eitthvað hvað pulsan að fara á? Í búðunum? Já. Nei, því miður. En veistu Mismunandi hjá þeim, sko, hvað en við erum ekki með það verða, já, við bara heila vitum það ekki. Nei, en veistu eitthvað hvað ég myndi fá fyrir pulsuna mína? Hvað þú myndi fá? Já. Nei, því miður veit ég það ekki. Hvað get ég selt hana? Já, það spurning. Ekki klára á því. En ég myndi bara kanna í búðunum hvað þeir eru með þetta á. Nei, mín pulsa bara til vandræða. Nú það? Já. Það var ekki gott. Ein með engum. Já, meinar. Já. Hvurslags eiginlega. Voru bætur því? Já, gangi eitthvað vel með eitthvað pulsur. Takk sem er leiðist og góð skemmtir í vellunni. Já, takk. Já, takk. Þetta var allir. Þegju. Jú, þetta var snill. Oi. Vangi. Nei, þegju. Þetta er svo gott. Þetta grínar hvað, það var ógeðslega gott. Nei, þetta var ekki gott. Jú. Hættu þessu. Þú átt að taka breytti viðbót líka. Hvað meinur, eitt í viðbót líka? Hvað meinur með þig? Það átt að senda mig í rugli með rassinn á þér eitthvað. Ég ætla bara að henda þér inn í húsasmiðina. Nei, veitu hvað? Hvað meinur, ég er búið með 1 og 1. Nei, ég tók líka pulsuvagnin. Já, pulsuvagnin, hún fattaði það. Já, þinn stoppaði þig strax, það er bara húsasmiðan hérna. Sleppur þetta. Nei. Hvað, veistu það? Ég ætla ekki að gera þetta. Ég ætla ekki að láta undan. Þú ert búin að þrýsta á mig. Nei. Jú. Það var bara því að hún vissi. Það komst ekkert upp hjá mér. Hann sagði bara að ég væri með dónaskap. Öðun Blöndal. Öðun. Þú verður að smega gráðarslega á daginn. Já, það að selja hnoðbyssur. Hvað séru? Ertu með hnoðbyssur þarna? Já. Hvað tegund er þetta? Þetta er spittin á henni í þig. Halló? Það er 3769. Hvaðan tegund er þetta? 5995. 2779. Er þetta hilti eða? Þetta er Neo og Stanley. Það er ekki með hilti? Nei. Það er spitt? Við hefum ekki verið með svoleiði, sko. Þá ertu með hnóð í þetta líka? Já, hvað hnóðum? Þetta er álhnóðið það? Það hefur verið betra, já. Já, það er eitthvað til að því. Heldur og hnóður ekki bara saman að vera raskati með þessu? Það við gera það? Það verið gáðlegast. Já. Það gæði verið það. Það er leiti, Kalli. Já. Þú ert að láta mig gera þetta. Jú, þú ert handbendin djöfulsins og þú ert að láta mig sitja hérna og gera hluti sem að hann vill að... Þetta var þín hugmynd. Nei. Sko, við erum bara að fara í vonda addi. Þín hugmynd var að láta hnoða rassinn á einhverjum. Ekki vera að setja þær djöfla hugsanir þínar í minn munn. Herru, gott mál, þetta er komið. Þetta er komið. Vindum okkur í gæðamúsík. Ertu búinn að kveikja á jólaljósi Tals? Við bjóðum þér aðgang að ljósleiðaranum á jólalegu verði. Ljósið, allstaðar. Tal. Svona á samband að vera. FM 95 blöð. Á FM 95. Þú færð brakandi gott nógakropp með skemmtilegu appelsínubragði í næstu verslun. Þetta er Coldplay og Rihanna hér með lagið Princess of China. En það styttist í dagskálið sem er hér alltaf á miðvikudögum sem heitir Karaoke keppni FM 95 og við þurfum að fá hlustandum með okkur í lið til þess að vita hvaða lög við eigum að syngja. Er kannski eitthvað lag, Pétur, sem þú vilt syngja frekar en annað? Nú ekkert alveg svona efst, sko. Nei. Ekkert í efsta sæti, en það var eitthvað laginn á Facebookinu sem að þú varst búin að taka eftir. Já, það er eitt, já. Að segja það. Já. Mér langar svolítið að taka hana Sex Bomb með Tom Jones. You're my sex bomb. Já. Með Tom Jones. Við skulum opna Baby to the no Sex bomb. Já, þú veist, ég kann ekki alveg lagið samt. Nei, en þú færð þá textan ef það er karaoke. Við skulum opna aðeins fyrir síman áður við förum í karaoke. Hvað væri þú til að heyra? Ég væri til að heyra þetta Hall & Oates lagara Man Eater. Man Eater. Man Eater. Láta Pétur taka það. Hvernig er það aftur? Já, og... Man Eater. Er ekki þannig? Er þetta Nelly Furtado eða? Nei. Nei, þetta er hann Hall & Oates. Já. H-A-L-L eitthvað Oates. Já. Ok, það er komið að blað. Man Eater. Takk fyrir. Takk fyrir. Okay, þetta er ekki vitlaus hugmynd í honum. Nei, það er nafnilega. Við fáum ótt góðu lög með að opna fyrir síman. Hvað verður þú til að heyra?
Herru, Darkness, I believe in a thing called love. Já, það er búið að biðja þetta oft, sko. Ég held að þetta sé bara ógeðslega erfitt. Darkness. I believe in a thing called love. Þetta áskorun á okkur. Hvor ykkar nægilegt telja menni? Já, sveimi það. Getur vel verið í hjóli bara í þetta. Ég myndi veðja á þetta blöð. Ég ætla að setja leiðilega stöðu. Þú ekki þetta, þú komið kærlingarstimpil. Herru, það er ekkert annað. Herru, takk fyrir þetta, Hennir. Takk fyrir þetta. Ok. Við skulum FM 95 blöðgangaðinn. Herru, láttu Pétur taka 6 bomb. 6 bomb, já, þú stiður það. Hann stiður það. Hann stiður 6 bomb. Stóri GMR, bílaði fyrir mig. Ekki spurning. Herru, takk. Bye. Já, tökum hérna. Já, 3 yfirbót. Hvað verður þú til að heyra í karaokínu? Karaoke? Já. Rammstein eða sjálfsögðu? Já, Pétur var enda með Rammstein síðustu viku. Áttu eitthvað annað? Það málið það. Já, ég tók Rammstein. Áttu eitthvað aðra hljómsveit? Bara Metallica eða eitthvað? Eitthvað með Metallica? Já, það mætti alveg skoða það. Herri, ég setja þetta bland. Grjót hart, sko. Já, eitthvað rocklag. Já. Ok, Nurs. Sælir. Já, takk. Sælir. FM 95 blöðgangaðinn. Hvítir skór. Já, við erum ekki með íslensk lög því miður. Já, ok. Eitthvað annað? 6 bomb. 6 bomb, já. Mér heyrist Pétur verið að fara að taka 6 bomb. Herru, takk fyrir að ringja. Þetta verið gaman, sko. Ok. Já, takk, bæ. 2 viðbót, FM 95 blöð, hvað vilt þú heyra? Hérna, Wind of Change með Scorpions. Það er enda rosalegt lag. Það er mjög gott. Winds of Change, maður. Já, ég sveimi það, maður hjólar ekki það. Það eru komið góð lög hérna, takk fyrir þetta. Já, ekki mál. Þá fáum við síðasta hlustandan... Winds of Change. Hvernig er það? Það er hérna. Er það svona? Ég er komin inn. Já. Herru, hvað verður þú til að heyra? Bara eitthvað gott, maður. Pétur vinnur þetta hvað sem er. Eitthvað gott. Heyra þetta, maður. Það verður sko, þú náður inn, maður. Bara eitthvað gott, maður. Ég veit að við erum eitthvað. Ég er ekki búinn að vinna neitt upp á síkastið, sko. Já, vannst. Pétur. Já. Þú rústar þessu. Ég rústaði þessu, maður. Leiti gamli, er þetta Gísli? Nei. Já, ég heyri ykkur. Ok. Herru, við erum konum með hellinga góðum lögum þetta, fáum smá dýrði í dauðaþögn á meðan við undirbúum karaokið. Já. Svo hefst gríðarleg keppni. Mér heyrist þú verið að fara að taka 6 bomb, Pétur. You're going down, motherfucker. Jóladagatal FM 957. Fylgstu vel með í desembermánuði þar sem við munum 4 sinnum á dag. Opna glugga í Jóladagatali FM 957 og gefa vinninga. Vinningarnir eru gjafabréf frá Body Shop, gjöf sem gleður, gjafabréf frá Topshop Kringlunni og Smáralind, gjafabréf frá Hljóðfærahúsinu, skemmtispilið Skrýpó frá höfundum Bimblebams og gjafabréf frá Kringlunni þar sem þú færð allar jólagjafirnar á einum stað. Allir vinningshafar fá einnig kippu af Egils malt og appelsíni og pippmóla frá Nóa Sirius. Skráðu þig strax á heimasíðu FM 957, hlustaðu eftir orði dagsins á FM og við gætum hringt í þig. FM 957. Gleðileg jól. Úlpur og skyrtur frá Penfield eru smekkleg gjöf og nytsamleg, Geysir, Skólavörðustíg, Akureyri og Haukadal. Sandfilm og Warner kynna eina mögnuðustu mynd ársins. The Dark Knight Rises. You're retired. I'm retired. The Dark Knight Rises komin á DVD og Blu-ray. Jólagleðin á Wilsons Pizza. Allar pizzur á matseili og aðeins 1390 kall fram á jólum. Wilsons Pizza, sími 581 1515. Já, ég með. Ég kom í hér. Eitt mál. Heyrðu. Já! Gerðu leikinn skemmtilegri. Tippað á lengjuna. 1x2 við tippum. Við ætlum að byrja á karaoke hér með Pétur, en karaoke græjan okkar er með eitthvað skeiting, maður. Þetta er bara til háborinn að leiðinda. Já, ég er búinn að vera inn að laga þetta núna í 5 mínútur, þetta verður aldrei gerst hér áður í FM 95 blöð að græjan okkar er með eitthvað stælar, en það er verið að reyna lagana, þannig að vonandi verður karaoke hér eftir örskama stund. Þetta er í rauninni bara internetið. Já, það er bara frosið hérna. Það er skemmst frá því að segja, internetið er bara, og þarna sannast það sem ég hef alltaf sagt. Hvað? Þetta er bara bóla sem er örugglega bara við það að springa. Já, það er allir að fá hundlið á interneti. Ég er það ekki. Jó, það er bara þannig. Bara fyrirmanni og tímaþjófur og... Já, en þetta er henni svo núna, ég var að fara að skalla tölvuna hérna, ég var svo pirraður. Já, þannig að segja það. Já. Það er ekkert að ég er að við stórslýsi, bara því að það er dauður hlutur
skilur sem er tölva. Já, við vorum búin að velja lögin og allt. Hefur ekki séð Terminator-myndirnar? Jú. Skynet og allt það. Já. Ekki séð það? Já. Það er akkurat í þessu töluorðum. Nú eru þær myndir, skilur fyrir löngu búið að skrifa þær og búið að sína þær og búið að taka þær upp og allt svona. Já. Og eru í rauninni ekkert annað en skáldskapur, þær myndir. En ég held að þær hafi við ansi mikil rök að styðjast samt. Já, að vélarnar eru smátt og smátt að taka yfir. Þú ert að setja allskins myndir að eru svona á neti. Já. Þú ert að skrifa allskins drasl og svona. Já. Vélarnar, þegar þær taka yfir, þær eru notað allt gegn þér. Nei, hættu svo bulli, Pétur. Þetta er satt. Nei. Þetta verður allt bara, þú eru bara leiksoppur þú eru bara svona leikfang í höndunum á Moulinex-vélum bara framtíðarinnar, skil. Þó að Kariki okkar hérna sem er smá stælar, þá þarf þetta ekki að fara að alhæfa svona rosalega. En þetta gæti verið að detta hérna í lag núna. Er það? Já. Segðu eitthvað skemmtilegt. Segja eitthvað skemmtilegt. Herðu, það er nú kannski ekkert svo skemmtilegt, en það er hægt að minnast á það hér að ég, Pétur Óðar Sigurðsson, ég skoraði á Auta blöð fyrir 3 vikum síðan, eflaust enginn sem mann eftir. Þetta er komið í lag. Já, og hvað við að gera á? Ég þá hætti að tala um það sem að... Nei, en ég skoraði á þig fyrir 3 eða 4 vikum síðan í jólalagakeppni. Já. Og í dag er fyrsti miðvikudagurinn í desember. Ég veit að við ætlum að hafa, við frestum því 1 viku. Þú ættir að semja jólalag og ég átti að semja jólalag. Já, og sem er bara frumsamið, bæði lag og texti. Já, og það verður frumflutt hér næsta miðvikudag. Býta, ertu að segja með það að þitt jólalag sé tilbúið eða? Ekki tilbúið, nei. Nei, en það er komið í vinnsluferli. Já, ok, þá getur ekki verið að skamma mig þegar þitt er ekki eins og tilbúið. Nei, ég er ekki að skamma því, ég er að segja hlustendum að við þurftum að fá frest. Já, það verður ef til dæmis væri að einhverja úti sem er að hugsa með sér, býta nú við, hvað ætluðu þeir ekkert að taka þessa jólalagakeppni þarna fyrsta miðvikudaginn í desember? Það er aldrei að vita nema einhver þarna úti hafi verið við nákvæmlega að hugsa það. Já. Þá er ég búinn að svara þeirri brennandi spurningu. Að það verður hér næsta miðvikudag. Já, það verður næsta miðvikudag. Við ætlum að fá þá bara 1 lag núna og svo hefst karaokekeppnin því að, Veitu hvað, þorir ekki? Það er búið að laga græðina. Chicken. Já, ég var að taka smá uppi, já. Þetta er náttúrulega lagi sem á sigraðir á. Þetta er David Guetta með She-Wolf, Falling to Pieces. Hún er með honum Sia. Fyrst afsökunar á þessu tæknivissinni sem við erum búin að vera einnig í strákandir. En það er eins og eins tilbúið núna og komið af karaokekeppni FM 95 Blö. Þú ert tilbúin, Pétur? Ég er tilbúin. Þú ert að fara að syngja lagið Sex Bomb með Tom Jones. Já, ég reyndar að vara átt að maður því að það er eina lína sem ég kann í laginu. Það var sex bomb, you're my sex bomb. Þetta er bara og þú fyrir létt með þetta. Ok. En eins og það sé hannað fyrir því að þú ert líka sex bomb. Já, það kann ég alveg fyrir það. Það veit allir í kringu því. Það var akkurat það sem ég var að bíða eftir á myndi segja. Já, ég ætli aðeins harðara lag. Ég var beðin að taka Metallica eða Guns N' Roses eða eitthvað. Og ætlar ekki að vera í einhverju svona væli. Nei, ég ætla ekki eitthvað sex bomb væl. Nei. Ég ætla að fara í eina bestu hljómsveit allra tíma. Og þetta var beðið inn á Facebookinu okkar. Já. Og það er nú erfitt að feta í þessi fótspor því að... Í síðustu viku tókstu ég skæri mér hjarta úr. Já. Í dag ætlar að taka sama lag bara með enskum texta. Nei. Nei, jú. Nei, ég ætla að taka Guns N' Roses. You know where the fuck you are! Woo! You're in the jungle, baby! You're gonna die! Þetta er komið. Ég er að fara að æla. Nei, ég hef aldrei ævi minni séð utan blöð. Ég hef aldrei á ævi minni séð utan blöð. Það syngja það svakalega.
Nei, þið verður hann. Kræst, það langar að sjá að vera með kameru á þér rúða maður. Þú ert svo rennandi sveittur. Ég veit það. Þú ert rennandi Ég er kósveittur, það er ekki flóknara. Og ég hef aldrei séð þig svona rauðan á ævi minni. Þetta er bara erfiðasta lag sem ég bara lendi á ævi minni. Ég ætla að taka bara, ég ætla að sleppa þig að taka mig. Nei, ég ert eitthvað rugglaður, gott einnig, það er þið sko. Ég forfita bara, ég gefi þetta bara. 511-0957, við tökum þetta bara. 511-0957, við opnum bara síman og ég forfita bara. Yfir með við lúðin, heldur þú vinni karaoke-keppni að vera kósveittur og rauður, gott er hérna. Já, ég meina, nei, fyrir utan það bara, þú veist, ég heyrði þetta sko. Gott að syngja. Eitt búinn að vera. Ertu heima hjá þér öllum stundum? Nei, ég þekki bara þetta lag. Átt engi börn og enga konur og syngjandi bara þetta lag. Þegi ég meina þetta var bara kjánalegt sko. Ertu tilbúinn? Veitu hvaða lag er ég að fara að taka? Sex Bomb. Já, ok. Ok. Skellir. Ertu til smá Sex Bomb? Já, aðeins, býta hans. Ég get þetta ekki. Ég datt út á einum tímapunkti en svo datt ég aftur inn. Já, þú varst reyndar viðlagi hér, var hrikalega flott. Djöfullinn, hafið það gjöðlanda hratt. Það fekk ég gæsa. Já, þú varst í smærleikum með hraðan ásum. En þetta er undir hlustandu komið, það er 511-0957 og við skulum opna hér fyrir síman. Hver fær... Svo kom engin lit? Nei, djók. Þitt atkvæði, kæri hlustandi. Halló. Hæ, voru ekki að syngja í karaoke? Jó, við vorum að syngja í karaokeinu, félagarnir. Sko, mitt atkvæði fær lagið sem þú söngst auðvitað í Evríska draumnum, Já, Welcome to the Jungle. Já, það er Jungle, sem var í Evríska draumnum. Takk fyrir það, söngstu. Nei, þetta er bara lagið sem er í byrjun. Já, þetta er í. Hann veist ekki hvað lagið heitir. Já, ok. Já. Þú varst líka alveg fyrir góða söngvari með þetta Sex Bomb. Já, takk fyrir það, maður. Þannig að ég fæ atkvæði. Já, þú veit, en þetta fær svona lítið atkvæði. Ég fæ lítið atkvæði. Stórt, risastórt atkvæði. Fær undir risastórt. Takk fyrir það, vinnur, og takk fyrir að ringja. Ok, þannig að þú fékkst atkvæði. Það er 1-0 FM 95 blöð. Halló. FM? Ég verð að gefa blöðvélunda. Ég get svo sem alveg skilið það, sko. Hann var með þetta lag alveg gjörsamlega utanbókar, helvítis kvikiti. Ég meina rock'n'roll. Já, rockið fær þitt prigg. Já, djöður ég ánægði með þið. Takk fyrir það, vinnur. Veist það. Ok, það er 2-0 hér. Fólk er að fíla. Manstu þegar ég tók hérna Rammstein rockið, já. Rammstein, sko. FM 95 blöð, góðan daginn. Já, góðan daginn. Hvað segir þið, vinnur? Alltaf fína herðu. Ekki, já. Hérna, veitu þið færið það? Þarna þekkið þig. Djöður ég ánægði. 3-0. Sorry, ekki syngja þetta áttur. Nei. Alltaf ekki, það var svo alltaf mikil leðileging. Ég sko, málið er það, ég get ekki sungið þetta aftur til að bjarga lífið mínu, sko. Ég þurfti að bíða svona mánuð. Nei, býtu, hann var að tala um mig. Nú var hann að tala um þig? Nei, var hann ekki að segja mér að syngja ekki? Já, ok, ég fekk reyndar atkvæðans. Hann er farinn hérna. Er það FM 95 blöð? Ég vil heyra þig taka þetta lag bara aftur og aftur. Nei, ég er góður. Nei, mér Halló. Já, góðan daginn. Góðan daginn. Blessaður, hvað segir kallinn? Ég er Sigvind. Herðu, Ötti er komið með 3 stig. Já, ég er svolítið mjög að gefa hann 4 stig. Já, Ötti er komin hérna með 4 stig, þú gerir þig grein fyrir því. Ég vildi bara segja það, sko, 4 hérna á Ötta, sko, ég er að skrifa þetta niður, skilur. Já, flottur. Þannig að, herðu, hvað heitir þú? Kristinn heit ég. Kristinn, ok, Ötti er hérna með 4. Já, hann hættu þessu. Kristján, Ötti er með 4 og ég er hérna með 0. Já. 0, bara ég setja hérna, ég skrifa 4-0. Takk fyrir að ringja, Kristján. Takk fyrir þetta, Kristján minn. Það væri nú ekki leiðilegt að taka þig 5-0. Ok. FM 95 blöð, góðan daginn. FM 95 blöð, góðan daginn, blessað. Guns N' Roses. Það er Guns N' Roses, það er 5-0, Pétur. 5-0? Er þetta í fyrsta skiptið það? Ég veit það ekki. Ég held það. Ég veit það ekki. Ói, maður, býttu Hvað heitir þú það ekki? Ég heiti Hilmar. Hilmar, takk kærlega fyrir þetta. Nú tryggðum við hérna K.O. sigur, 5-0. Já, bara sömu leiðis. Hilmar. Já. Takk fyrir ekkert, gamli. Já, það var bara allt í gafti. Ok, já, bæ. Já, þá er þessi karaoke-keppni búinn. 5-0, ég ætla að skrifa þetta hérna. 5. Heldur þú að ég hef kannski eftir að bögga eitthvað þessu, en við tökum alltaf þetta. Hvað hefðu þú kostið inn? Pétur. Já, ég hefði fengið þarna 1, skil. Ég hefði fengið 1. Þú hefði fengið 1. Þannig, ég set það hérna, ég ætla að setja það. Takk fyrir þetta, maður. Og þetta er kvennmaður, sko. 5-0. 5-0, ég minna það er betra að fá 1 stig frá kvennmanni heldur en 5. Bókvikunar á FM 957 er Hringurinn. Hörku spennandi fantasía sem er hlaðin spennu og full af göldrum, ást, dauða og vináttu. Eins og sambland af hungurleikunum og Harry Potter. Fylgstu með á FM 957 og þú geti næstir í eintak.
Hver vill ekki klæðja vinnufélagana með glæsilegri tælenskri mataveislu frá Krúa Thai? Á hverjum fimmtudagsmótni hjá Ingva Eystins drögum við út fyrirtæki vikunar sem fær mataveislu fyrir alltaf 10 manns frá Krúa Thai. Skráðu þig og samstarfsmenn þína til leiks á fm957.is og veislan gæti orðið ykkar. Þú verður ekki svikinn af tælenskri ævintýraferð frá snillingunum á Krúa Thai. 10 ára afmæli Snókur og Púlstofuna Lágmúla 5. Dagana 7. til 13. desember spilaru frítt Snókur og Púl og far bjórinn á aðeins 490. Snókur og Púlstofun Lágmúla 5. Mér líður bara hvergi betur. Kíktu á jól.símin.is og skoðuðu ítarlega vefútgáfu af jólablaði Símans. Lífleg myndbönd, viðtöl og splunkun í tónlist. Gleðilega aðventu með Símanum. FM 95 blöð á FM 957. Sumir fá sér eina, aðrir fá sér 2, en flestir fá sér helling. Hvernig vilt þú þitt Nóakropp? Nóakropp, brakandi snilld. Vantar þig hágæða fæðubótaefni? Kíktu inn á perform.is. Frí heimsending allt land. Perform.is. From Peru to Japan. Hey, listen, baby, I don't wanna ruin your plan. But if you got a man, try to lose him if you can. Cause the girls real wild, throw their hands up high when they wanna come and kick it with a stand-up guy. And you don't really wanna let the chance go by. Cause you ain't been seen with a man so fly. Baby, friend so fly, I can't go fly. Private cause I handle my B.I. They call me Candle Guy. Simply cause I am on fire. I hate to have to cancel my vacation, so you can't deny. I'm patient, but I ain't gon' try. You don't come, I ain't gon' die. Hold up, what you mean you can't go wide? Me and your boyfriend, we ain't no tie. You say you wanna kick it when I ain't so high. Well, baby, it's obvious that I ain't your guy. I ain't gon' lie. Feel your space and forget your face, I swear I will. St. Bart, St. Bullet, anywhere I chill. Just bring with me a pair, I will. Gammalt og gott með Justin Timberlake. My Love heitir þetta lag. Þetta er svona mínum uppáhalds með þessum kappa. Pétur Jón Sigfússon situr ekki hér í stúdíónu, heldur er hann komin út í bæ því að hann vil fara í dagskráliðin sinn. Hvernig er stemmingin? Ertu þarna, Pétur? Heldur betur, kallið minn. Hvernig ertu? Ég er góður. Þetta er dagskráliðin sem við fórum í daginn og... Stemmarinn góður hefur? Já, það er fýtt stemmari hér. Þannig að alla hægt, þú varst að vinna karaoke þannig að þú lítur að vera í góðri stemmara. Það er rétt, það er fýtt stemmari í mér. Já. Ég er nú bara hérna, Stalin. Þarna var einhver bíll að keyra fram hjá. Já. Ég er nú bara stattur hérna eitthvað staðar svona í íbúðabyggðinni, bara rétt hjá. Nú, ok. Þú verður ekki farið langt að þessu sinni. Ætlaði nú bara, taka með það besta liði að dingla bara hjá fólki og svona bara spyrja bara jafnvel bara á bjöllunni bara hvernig stemmingin, er fólk að skreita eða eru menn í stemmara? Já, það er það sem þessi liðin gengur út á, það er að tjekka hvernig stemmingin sé. Það er nákvæmlega það sem hann gengur út á, sko. Þannig að ég ætla nú bara að dingla hérna að vera hjá einhverju liði, sko. Ok. Sjá svona... Erstu þess að komin að einhverju húsnæði þarna? Já, búin að dingla, sko. Búin að dingla og... Það væri nú gaman ef einhver svaraði. Það var líka... Halló? Hvernig er stemmarinn? Hvað fyrir þú? Þú ert hérna í dagskrárliðnum. Hvernig er stemmarinn, maður? Hvernig ertu? Ég er ekki Ertu í stemmara? Ég er stemmara. Hvað eru menn að vasast svona núna, maður? Er það jólaskreita eitthvað sluð? Já. Nei. Það er nú meiri stemmarinn, maður. Ertu bara heill heima að jólaskreita? Ég er að jólaskreita. Hver er ofan? Erðu frábært, maður. Takk fyrir að vera með okkur í þessu. Já. Gaman að heyra ykkur niður. Já, bæ. Erðu, ég ætla að dingla hérna næsta, maður. Já, það var stemming að það. Heyrðu þér þetta? Já, þetta er rosalega dagskrárliðum, maður. Það var í svaka stemmara þessi, sko. Ég heyrði það. Halló, góðan daginn. Hvernig er stemmarinn? Þetta er þér. Já, ég er í góðum stemmara, maður. Hvað er verið að vesenast? Þetta er jólaskreita eða eitthvað lúlið? Nei, ertu ekki búin að því fyrir mig? Nei, ég er ekki búin. Átti ég að gera það? Já, ekki fólkaður. Nei. Þú ert nú meiri stemmings...
Þú ert nú meiri stemmingskellan, maður. Já, hvað viltu? Ég bara að tjekka á stemmaranum og þú ert í dagskráli hérna hjá okkur í útvarpinu sem heitir hvernig stemmarinn? Já, hvernig stemmarinn, ég sagði, hann bara fín. Svaka stemmara, ég heyri það á þér. Heyrðu, gaman að þessu, takk fyrir að vera með okkur í þessu. Já, ekki maður eitt, það. Ok, ábæði. Ekki, Pétur, í næsta. Já. Ætlar að tjekka meiri stemmingu. Ekki segja og sérst í útvarpinu. Akkur ekki. Taktu bara, hvernig stemmingin? Og ef hún svarar, bara hver er þetta? Hver er ég, hver er þú? Hvernig stemmingin? Já. Ok, fannst þér þetta bara leiðilegt? Alls ekki, ég ætla ekki að fara að eyðileggja hana liðin. Ég var bara svona, þú veist, að þau detta svona að byrja að fíblast á móti þér þegar þú byrjar að hlæja og segja og sérst í útvarpinu. Nei, já, þau voru nú hlæjandi fyrir, kallið minn. Já, ég reyndar. Þau voru hlæjandi bara um leið og ég spurði, hvernig er stemmarinn, maður? En er þá dagskrálinni búinn? Ætlar að tjekka meiri stemmingu? Mér dætti í huga að fara hérna í annað hús. Já, ég fíla það. Að þú að hvernig stemmingin væri bara í annari byggingu, sko. En hvernig er stemmingin hann í kringu þig? Það er bara vot, það er enginn á ferli, sko. Nei. Það er allir inn eitthvað að vasast, maður, eitthvað að dutta fyrir jólinn. Já. Þetta vil að dingla þetta, maður. Já, dinglaði. Búin að dingla, sko. Ok. Kekka á þessu liði, sko. Nei, hörru, það er bara... Já, farðu þá bara upp. Nei, já, ég mista því. Já, dingla aftur. Halló? Farðu inn til einhvers. Þetta var klúður. Já, dingla aftur, ef hann hleypir inn, farðu þá bara upp. Já, ég ætlaði að reyna það. Ég er búinn að dingla aftur. Ég var á seinna rífi í hurðina. Hurður í þessu. Já, býtu hvað, farðu bara eitt sjens þarna hjá þessari manneski, eða? Já, hún ætlar ekki að opna aftur. Halló? Ok, farðu inn. Halló? Ok. Herðu. Gerast. Halló? Ok. Herðu, jæja, hvað segir þú? Ég heiti Pétur, hvernig er stemmarinn? Hún veit ekki hver þú ert, það er gott, fá það frá klóstið. Hvernig er stemmarinn? Hvað er stemmarinn? Stemmarinn, hvernig er stemmingin hjá þig? Alltaf góð. Hvernig, hvað er það að gera? Er það jólaskreita eða eitthvað svona? Ekki, þú ert ekki að byrja á því. Er það þetta mat? Hvað er í matinn? Fá það að pissa, fá það að pissa. Ég ætla að fá hann út að klósa til þess. Er það eitthvað sérs? Með radioþátt eða? Jú, ég er með radioþátt, já. Þetta klúrætt svolítið að því að þú opnaði fyrir mig, sko. Ég ætlaði bara að spyrja svona hvernig stemmingin var í. Já, ég búin að búin að klósa og koma inn eða við. Er það? Já. Já, hún veit út í útvarpinu, það gengur ekki. Nei, ég fæ hann út af bara. Ég ætlaði bara að tjekka á stemmingunni. Hún er fín. Hún er góð. Fín stemming, ok. Fín stemming, ok. Takk, ok, bæ. Herðu, veit þið? Já. Hún var í, ég meina, þú heyrir það, hún er í stemmingu. Já, það er allir í stemmingu þarna, þetta er frábært. Hvað meinar þú? Finnst þér þetta eitthvað skrítið? Nei, mér finnst þetta bara algjör veisla. Hvað, heyrðu, þetta er bara, ég heyri bara á röddinni í þér að þér fannst þetta eitthvað skrítið dagskrárlegur. Nei, ég er gaman að þessu. Ég meina, þetta er bara, þetta snýst ekki neitt annað, bara tjekka á stemmaranum í liðinu. Já, ertu búinn? Ég er búinn að því og mér heyrðu þetta öll að það sé bara góðu stemmar í liðinu. Ég fíla það. Þú ekki ef ég sé þið bara heima, maður. Bíómynd, svona heitir einmitt Drive með Sigur pappanum, hvað heitir hann áttur, Josh Grossman, nei, hvað heitir hann áttur, það stóluðu mér. Konu mín alveg sjúk í hann, sko. Já, Ryan Gosling. Ryan Gosling, hárétt, virkilega svölmynd og, já, svalur, leikari þar á ferð. Pétur Jóhann er ennþá að koma sér hérna upp í hús, hann var í dagskráraliðnum hvernig er stemmarinn og ég ætla bara að spyrja þig, Rikki, nú ertu að fara að taka við á okkur hérna, hvernig er stemmingin á þér? Já, það getur bara ekki verið betra. Nei, ekki? Jú, klálega. Feskur? Já, ég geti bara ekki verið feskari. Já, Erum við ekki að fara í kvöldskvass? Jó, það er kvöldskvass, það er nú ekki það sem ég ætla að ræða þig hér, veist þú ert nú komin við mækinn og við sitjum bara einn og tveir. Okay. Þú kíktir á jólahlaðborðin síðustu helgi, ekki satt? Ég? Já. Jú, meðal annars. Já, meðal annars, með sporthúsunni þeggi. Já. Var stemming? Það var gríðarleg stemming. Já. Mundur segja að þú hefði fengið það nokkra?
Ég fekk mér einhverja nokkra kalda. Jóla, Nei, sætlu. Hvernig er stemmingin, Hvað segir þið? Hvernig er stemmingin að þið? Stemningin hans er góð hérna, maður. Það ekki? Ég var svo lengi að komast inn í og læstur úti, maður. Þú ert allur rennandi blautur. Það er grænjandi rigning úti. Já, við hefum getað að fara í veðrið meðan þú varst þarna úti. Já, geta það, já. En það er skemmstur að segja að veðrið er bara skít. Já, það er skít. Það er ekkert að velta sér upp úr því. Nei. Skítaveður. Já, skítaveður og myrkur og þetta er... Já, myrkur, rigning, vosbúð og leiðindi. Já. En fólkið er í stemmar. Já, það var allir í stemmingu. Já, fannst þetta ekki gaman? Já, þetta var það púlsinn og liðin. Já, það var aðeins. Riki, þú ert ekkert í því. Þú situr hérna í stúdíón allan daginn, gjörsamlega sveittur á raskatinu og segir ekkert annað, bara já, Timberlake út og Timberlake inn. Rólegur, það er nú ekki einu Rólegur, ég er ekkert rólegur. Sýnist þér á að ég sé rólegur? Hann er brjálaður. Hann er alveg brjálaður. Ég var að fara hérna yfir síðustu helgi með Rikka G því ég frétt hann að aðeins Ég veit ekki hvað að heyri það. Já, orðan þannig, ég fréttu að verið farin heim dauðu fyrir skaup, Rikki. Nei, rólegur, ég var bara farin heim á kristilegum tíma. Hvað, skaup? Já, það var oft talað um það, vera dauðu fyrir skaup. Svona, hvernig, menn tala svona saman? Ég var bara farin heim á kristilegum tíma, bara réttin 3. Ok, einhver ástæði fyrir því? Nei, bara búin að skemmta mér vel og ég gat. Keyrður þau heim? Ég keyrði heim, já, ég keyrði ekki sjálfur heim eins og þar. Nei, ég ætla ekki að vera að bögga það á þessu, Rikki. Lægi á leiðinni heim, ertu búin að spila það kannski? Ég var eitthvað að spila alveg geggja lag hér sem heitir Nightcall með Kavinsky. Já, hver er ástæðan fyrir að það var allt í einu í lagi að spila það hér? Nei, mér finnst það bara viðbjóðslega flott lag. Valdið þú það bara sjálfur? Já, ákvað að spila það bara. Við förum eins og það að kveðja við Pétur, búinn að vera með ykkur síðan 4 í dag og mikil stemning, þetta búið fljótt að líða eins og alltaf. Já, bara virkilega gaman að vera þetta með þér auðvitað minn. Já, það er alltaf sannur heiður að vera með þér líka, Pétur. 5-0 í karaoke, ég held að það séu tölur sem við höfum ekki séð áður. Nei, en þú sagði við mig áðan, fór að labba hérna, þegar ég var að segja þér að þetta hefði verið gaman að vinna 5-0. Winning is my fuel, segir þú. Já, winning is my fuel. Þá sagði þú mér að þú ætlar að vinna 5-0 næsta miðvikudag. Nei, ég sagði ég mun vinna því einhvern tímann 5-0. Já, ok. Þetta kemur að því. Ekki taka sexbomb þá. Nei, ég ætla bara... Og syngdu þá þú ætlar að syngja það, sko. Ég ætla bara að taka... K.O. frá Rikka þannig maður. Það tók Rikki Pétur Jóhann og jarða hann. Veitu, hvað meinur þú? Þetta var ekki vel sungið á hann, þetta var bara ekki sungið pílt. Það er annað högg. Reynda að halda hönskunum uppir, ekki? Þetta var hræðileg framistæða. Nei, hann er niðri! Hann er að róta þetta. Ég veit það. Þetta er allt rétt hjá þér, ekki? Eða góða vakt. Ég stend endi hérna alltaf og gerir alltaf ekkert annað en að tala vel Rikka G. Svo kemur hann hér. Og bara urðar yfir lítinn þunglindan Grínistár Hafnarfirði. Þetta finnst honum rétt í garðurinn að ráðast á. Takk fyrir það. Að ráðast á garðin þar sem hann er lægstur. Nei, þú ert ekki lægstur. Ég minni líka fólk að... Hann var að því. Þú varst að því, Rikki. Ég ætla að minna fólk að fara inn á Twitterina með því að keppnin hjá okkur Bömbum. Já, ég gæti unnið það. Ég gæti unnið það. Það er sem sagt, við erum að kjósa flottasta rassinn á FM hjá okkur í FM 95 Blö. Ég ætla að vona að Rikki sé ekki með í því. Nei, Rikki er ekki með í því. Hvað þá þú? Ég er með í því. Myndin af Pétur er komin inn á Twitterin. Nei. Tekkið á því. Takk fyrir daginn, Pétur. Bye. Takk fyrir hlustununa, kæru hlustendur og Rikki, farið vel með hlustendur okkar. Þú ert að taka við. Við erum búin að hitta þetta við leiðið vel upp fyrir. Já, knock 'em down. Opið allan sólarhringinn í Hagkaup Smáralind til jóla. Hagkaup Smáralind. Þetta verða löng jól og hraðinn á jólaljósi Tals hefur aldrei verið meiri. Við bjóðum þér aðgang að bæði ljósnetinu og ljósleiðaranum. Gleðileg ljós. Tal. Svona á samband að vera. FM 95 Blö á FM 95. Þú færð brakandi gott nógakropp með skemmtilegu appelsínubragði í næstu verslun. Skítamoralsfélagarnir Einar Ágúst og Gunni Óla. Þetta er alltaf ómissandi partur af jólunum. Það er að segja þetta lag Handa þér. Ég er á leiðinni heim til þín og já, þar fram til göttunum. Mikið af svona íslensku jólulögum, svona, hvað ég var að segja, undirspilið að lögin sjálf fengin frá svona ítölskum dægulögum og svo koma íslenskir textar við mörg af okkur bestu jólulögum þannig. En hér er komið að Stussy, Waterfalls. Rikki G tekinn við að FM 95 Blö við saman til klukkan 9. With too many storms have come and gone, they've been a trace and now one guy give a